Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 23. nóvember síðasti sunnudagur kirkjuársins. Þema dagsins eilífðar sunnudagur, borgin eilífa. Í lexíunni skrifar Jesaja: Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra verður ekki framar minnst, og það mun engum í hug koma. Í pistinum stendur: Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Og í Guðspjallinu segir Jesús: Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Matteusar 25. kafla. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. En þá mun konungurinn segja við þá til hægri: Komið þið sem faðir minn á og blessar, og takið við ríkinu sem ykkur var ætlað frá grundvöllum heims. Því hungraður var ég og þið gáfu mér að eta, þeystur var ég og þið gáfu mér að drekka, gestur var ég og þið hýstu mig, nakinn og þið klædduð mig, sjúkur og þið vitjuðu mín. Í fangelsi var ég og þið komuð til mín. Þá munu þeir réttlátu segja: Drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáfum þér að eta, eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gest kominn og hýstum þig, nakinn og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim: Sannlega segi ég ykkur, allt sem þið gerðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þið gert mér. Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar: Farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búinn djöflunum og árum hans. Því hungraður var ég og þið gáfu mér ekki að eta, þyrstur var ég og þið gáfu mér ekki að drekka, gestur var ég og þið hýstu mig ekki, nakinn en þið klæddu mig ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi en ekki vitjuðu þið mín. Þá munu þeir svara Drottinn: Hvenær sáum við þig hungraðan eða þyrstan, gest kominn eða nakinn, sjúkan eða í fangelsi, og hjálpuðum þér ekki? Hann mun þá svara þeim: Sannlega segi ég ykkur, allt sem þið gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafið þið heldur ekki gert mér. Og þeir munu fara til eilífra refsingar, en hinir réttlátu til eilífs lífs. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins eilífðar sunnudagur, borgin eilífa. Textarnir eftir hvítasunnu minna okkur allir á að Jesús dó fyrir okkur öll og öll munum við safnast frammi fyrir honum. Þemað segir okkur að í ríki Guðs, í hinni eilífu Jerúsalem, verður eilífur dagur. Við munum lifa í ljósi og kærleika Guðs. Frásögn Guðspjallsins, þar sem Jesús segir sjálfur frá, í framtíð, þegar mannssonurinn kemur, og þá mun konungurinn skipta þeim í 2 hópa.
Hér Jesús ekki að segja dæmisögu, heldur hvað verður í ókominni framtíð. Hvert og eitt okkar týndi sauðurinn sem Jesús fór að leita að. Hann kom til að leita að hinu týnda og frelsa það. Fagnaðarerindið, góðu fréttirnar, eru þær að allir eru velkomnir í ríki Guðs, en hluti af sögunni gæti valdið misskilningi. Það parturinn þegar Jesús segir að hann hafi verið hungraður, þyrstur, nakinn, sjúkur og svo framvegis, og sauðirnir, það hinir réttlátu sem fæddu hann, klæddu, heimsóttu og hjúkruðu, munu ganga inn í ríki Guðs. En ekki þeir sem höfðu ekki gert neitt af þessu. Þarna var hægt að misskilja að menn frelsist fyrir góð verk. En svo ekki. Biblían segir okkur að við verðum réttlætt fyrir náð en ekki fyrir verk. Með þessari sögu Jesús að kenna að trúin leiði til góðra verka, því hún hefur áhrif á okkur. Hún leiðir til kærleiksríkra og umhyggjusamra samskipta og verður til þess að við réttum náunganum hjálparhönd. Sú hjálp endurspeglar síðan tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og elska náungan. Nú eru margir í þessum heimi hjálpsamir, greiðviknir og reynast náunganum vel, en segjast vera trúlausir. Hvernig mun Guð meta það? Jesús sagði sjálfur að hann þekki sína sauði og þeir þekkja raust hans. Hann mun kannast við þá fyrir föðurnum á himnum sem kannast við hann hér á jörð. Vegna þess að við frelsumst ekki fyrir verk, þá dregur Guð línuna við vilja okkar. Hann gaf okkur val og hann mun virða hvort við veljum að fylgja honum eða ekki. Svo Guð dregur línuna við trúna. Ekki hversu sterk hún heldur hvort við trúum á hann. Fyrir trú þó hún sé minni en mustarskornið, verðum við flokkuð sem börn Guðs og réttlætt af þeim sökum, en ekki fyrir góð verk. Góðu verkin gefa okkur sjálfum vellíðan, því trúin gefur af sér kærleika. Jesús sagði: ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Allar dæmisögur Jesú voru Guðs ríki og hvað þarf til að komast þangað. Og í Guðspjallinu segir hann að hann komi aftur. Þess vegna tíminn frá þrenningarhátíð tími tilhlökkunar, því að við trúum því að Jesús efni lofur sín. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Guðspjallið segir að hann komi í allri sinni dýrð og englar himins með honum. Eins og manna siður þá vildu lærisveinarnir fá nákvæmar upplýsingar komu hans og í Markúsar Guðspjalli spurja þeir Jesú tákn þess, því hvernig ættu þeir annars að vita að hann væri að koma. Jesús lýsti ófriði og hörmungum sem kæmu fyrst yfir heiminn, en þær hörmungar væru af mannavöldum. En síðustu táknin sem hann lýsti kæmu fram á himni, þau væru tákn frá Guði. En á þeim dögum, sagði Jesús, mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin riðlast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum með miklum mætti og dýrð. Og hann mun senda út englana og safna sínum útvöldu úr áttunum 4 frá skautum jarðar til himins skauta. Á þessum degi mun hann safna saman börnum sínum.
En hvenær það gerist, þann dag eða stund veit enginn, hvorki englar á himni né sonurinn, enginn nema faðirinn. Gætið ykkar, vakið, sagði hann. Láti hann ekki finna ykkur sofandi þegar hann kemur allt í einu. Og svo kom mikilvæg áminning frá Jesú. Það sem ég segi ykkur, það segi ég öllum, vakið. Síðasta sunnudag var dæmisagan meyjarnar 10 með lampana. Sú saga endaði á sömu áminningu. Vakið því þið vitið ekki daginn né stundina. Jesús lagði áherslu á að viðhalda trúnni, eiga næga olíu á trúareldin og það gerum við með því að tengja boðskapinn við líf okkar. Leyfa honum að hafa áhrif á okkur. Nú bíðum við endurkomunar og langur tími liðinn síðan Jesús fór héðan og á þessum langa tíma hafa áhrifin af þessum boðskap dalað. Það er að segja að hann komi aftur. Sumir hafa kannski aldrei heyrt þessa endurkomu, aðrir hættir að trúa á hana. En við getum verið vissum að Jesús sagði aðeins sannleikann. Þó sannleikurinn hafi reynst mörgum erfiður á hans tíma. En við vitum líka að ef við höldum því eftir, sem erfitt að heyra, þá munum við aldrei vita allan sannleikann og getum villst af leið. Páll postuli skrifaði til Tímóteusar: Predika þú orðið, vanda ávíta og uppörva með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því það mun koma að því að menn þoli ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum til þess að heyra það sem kitlar eyrun. Það er að segja, það sem þægilegt. Fagnaðarerindið færir okkur góða fréttir því að það segir okkur svart á hvítu hvaða val við höfum og að það sé nauðsynlegt að velja. Þema dagsins í dag eilífur sunnudagur, borgin eilífa. Og nú þegar að kirkjuárið á enda leggja textar dagsins áherslu á mikilvægi þess að vera undirbúin undir að standa frammi fyrir Guði. Og ekkert fyllir okkur meira öryggi en að vita hver vilji Guðs En séum við óviss vilja Guðs, þá getur öll okkar orka farið í eitthvað sem fyllir okkur enn meiri óvissu að við séum að gera nóg. Því okkur svo tamt að meta allt eftir góðum verkum. Öll hin góðu verk sem við gerum, hjálparhendurnar sem við réttum út til annara og auka skrefin sem við tökum til þess að aðstoða aðra, greiða ekki leiðina til himins en þau gefa okkur vellíðan og sýna öðrum að við erum lærisveinar Jesú og börn Guðs. Allt sem við þekkjum og lifum við í dag á sér ákveðin endingatíma. Þess vegna hugtakið eilífð svolítið framandi. Eilífðar sunnudagur, eilífðar frídagur, í borginni eilífu. Þemað lýsir áhyggjuleysi og öryggi. Hver vill ekki lifa við þær aðstæður? Og hvernig getum við nógsamlega þakkað honum sem lagði líf sitt í sölurnar fyrir okkur, svo að við getum dvalið í borginni hans, borginni eilífu aldir alda. Eina þakklæti sem við getum í raun og veru sýnt Guði pakkað inn í tvöfalda kærleiksboðorðið. Það að elska hann og elska náungan. Svo náunginn finni fyrir kærleika Guðs í gegnum okkur. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig
og gefi þér frið. Í Jesú nafni, amen.